Heyrði, jæja, þá það klíningin í dag. Það hérna Lára sem ætlar að kynna mjög spennandi tilfelli. Það Bjarni Jónsson. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að segja ykkur frá honum Bjarna. Hann 30 karlmaður sem vinnur í banka. Ég held að sé bara best að byrja bara á byrjuninni, svona hvernig hann var getinn. Móðir hans og faðir kynntust fyrir mörgum árum síðan og það voru talsverðar flækjur í sambandi þeirra svona til að byrja með. Hann var mikill rígur. Hún gekk þess 39 vikur með hann og 9 mánuðum síðar þá fæðist hann Bjarni. Það var þá í apríl 1974, þannig að hann hrútur, hann Bjarni. Þetta eitthvað sem þið skuluð núna fylgjast vel með í framhaldi þessara sögu. Við ætlum að bjarga þessum manni. Nei. Púpunar byrjar að reagera og við ætlum að bjarga þessum manni. Og nála aldrei með 4-0 prólein. Hæ. Nei, þetta ekki að djóka, ekki sé helvits hjört aftur. Voru ekki múin að tala um þetta? Ég geng frá þessu, Heyrðu, þarf þú að gera mættir í skólan, eða? Jú, heyrðu. Ég geng frá þessu þegar ég kem heim. Næst skulle ég bara vinda okkur í leikskóla árin. Ég er með mynd sem hann teiknaði þegar hann var 30 ára gamall. Þessa mynd hérna. Hann skýrði hana sjálfur vindhverfa landsins, hann geta allir séð hérna. Og sko sjálf finnst mér vera einhver smá svona óveður ský hérna. Hvað finnst ykkur? Já, ég verð nú bara að segja, mér finnst þetta frekar borðliggjandi borderline. Ég verð að segja Lára að þetta alveg stórmerkileg mynd sem þú kemur með. Já, það meina Fyrir það fyrsta sko, það bara einn litur, þetta bara allt blátt. Og takið eftir óreiðunni sem í þessari mynd. Veitu hvað, ég var að panta mér í gær. Glænýja Tesla, djúbrauða. Kostar hann ekki 20 milljóna? Jú, þetta kostar allt sitt. En eftir nýjustu kjarasamningana þá eru peningar engin fyrirstað. Já, nú getur maður að fara að leyfa sér hluti aftur eins og áður var. Þegar maður var öðuleikari í Sverige. Til að mynda þá eldaði kona mín í gær dýrindis úlfaldakjöt. Útlent kjöt? Þú ert ekki trættur um að fá bókfrimilsótt? Toxoplasmosis? Nei, en þegar þú minnist nú á það, þá var mér eitthvað liðið illa síðan í gær. Ætli ég sé kannski með bara bókfrimilsótt. Hei, það er aðgerð. Hver ykkar ætla með mér? Þegar ég kem? Já, drengur, fylgdu mér. 47 ára kona með sögu malignitét í óvarjum. Kom til mig fyrir 7 mánuðum síðan og þá... Er allt í lagi? Heyrðu, hann Agnar bara réðst á mig. Agnar? Nei, hann hefur bara verið að grínast. Já, örugglega. Við ætlum að halda fram bara með leikskóla árin og ég er með 2 nýrkalla sem hann gerði þegar hann var svona cirka 4 ára gamall. Getið kannski bara horft aðeins á þá, virðið það vel fyrir ykkur. Sko svona í fljótu bragði þá finnst mér þessi vera svolítið manískur, þessi hérna. Já, allavega hýpomanískur, Já, sko. ég er alveg sammála því. En ég veit ekki, hvað finnst þér þennan til dæmis? Ég veit ekki, mér finnst það svolítið schizotypal sko. Já. Hæ. Trúi ekki hverju ég lendi í. Hverju? Agnar sérfræðingur og kvenna, hann bara réðst á mig. Hvað gerður að þig núna, Alexander? Heyrðu, ég get drífa fyrir fyrir þér. Jú, heyrðu, við sjáumst. Sjáumst. Passið ykkur. Sætt. Jæja, þá erum við komin hérna í nýburaskoðunarherbergið og ég veit ekki hvað þið þekki mikið til nýbura en það sem að verður að passa sig á,
það er að þeir mýi og skýti ekki allt út hérna. Gjörðu svo vel. Hérna klæðið þið barnið úr öllu, svo vigtum við hérna. Halló. Já, ég þarf að hlaupa upp á vökudeild, þið takið við og skoðið barnið, ég kem svo aftur. Kann þú að halda á krakka? Já, já. Hvern sjálfan andskotan eru þið búin að gera hérna? Var ég ekki búin að biðja ykkur að láta þetta ekki gerast? Nú farið þið bara strax að skúra. Já, ég vil biðja ykkur afsökun á því sem hefur gerst hérna. Það er aldrei þetta að treysta læknarnum til neins. Og það er alltaf ákveðið stökk þegar fólk skiptir úr vernduðu leikskóla umhverfi í harðan heim grunnskólanna, þannig að við þurfum svona kannski að pæla í því hvaða áhrif þessi breyting hafði á þennan einstakling. Mér finnst það svolítið endurspeglast í næstu mynd sem ég er með, þannig að bara veltið þess aðeins fyrir ykkur. Hún er hérna. Stór merkilegt. Slær mig kannski mest við þessa mynd er þrjóskan í andlitinu. Ég velti bara fyrir mér mótdróga örunar þrjóskur öskun. Gott hjá mér. Svona leggjum, beri leggir. Klukkan er orðin 4, þannig að við verðum nú að fara að segja þetta gott í dag, en þetta er náttúrulega mjög spennandi og athyglisvert tilfelli og mjög margt í því og ég bara hlakka mikið til morgundagsins. Ég hugsa að við komumst jafnvel þá í gegnum grunnskólan og inn í gagnfræðaskólan og við erum öll mjög spennt að sjá myndirna sem hann gerði þá. Setja á sig hanskana, setja andanefin inn á hlið, passa sig á snípnum, já, ekki snerta snípin, já. Koma svo, þú getur þetta. Mætti læknarnir fá aðeins að skoða þig líka? Já. Þú tekur upp andanefina, já, eins og þessa, settur stærð og settur smá gel. Það er svona hæfilega mikið, já, þetta er fínt, já. Nú smegi ég honum inn, nú smegi ég áhaldinu inn, setja andanefin inn á hlið og ekki snerta snípin. Ég vissi þetta kvöldi í herbergi með fólki sem ég þekki ekki neitt. Ljósmóðir með öll völdin og þú gargar á mig með klofin rosa gleð. Ég var þér hjá, ég fekk að sjá hvað þetta var sem var að koma út úr þér. Og mér að ná, því að mér brá, þegar ég sá hvað var að koma út úr þér. Kastar í mig hlutum, eins og það sem mér að kenna hvernig að þú er. Ég treð upp í þig puttum, finn hvernig að barnið þitt það liggur alveg þvert. Ég var þér hjá og ég fekk að sjá hvað þetta var sem var að koma út úr þér. Lof mér að ná, því að mér brá, þegar ég sá hvað var að koma út úr þér. Belgur sprunginleg að gusast á mig. Ég sé svo eftir því að hafa fæst. Allt svo klístrugt, allt svo rennandi blautt. Ég bíð bara eftir því að komast heim. Að komast heim. Krakkinn loksins fæddur,
4 gráður yfan er það eina sem ég sé. Ég fáránlega hræddur, trúi ekki að ég hafi horft á þetta skeið. Ég var þér hjá og ég fekk að sjá hvað þetta var sem var að koma út úr þér. Lof mér að ná því að mér brá þegar ég sá hvað var að koma út úr þér. Ég var þér hjá, lof mér að sjá hvað þetta var sem var að koma út úr þér. Ég var að ná því að mér brá þegar ég sá hvað var að koma út úr þér.